Velkomin í Ísland í dag. Söngleikurinn Buddy Holly sem hefur slegið í gegn í Bandaríkjunum, Bretlandi og nú síðast í Svíþjóð er á leið til Íslands. En söngleikurinn verður settur á svið í gamla Austurbæjarbíói í haust. Það er engin annar en Ingo Veðurguð sem mun fara með aðalhlutverkið og menn lofa miklu stuði. 2, 3. Við erum að fara í október að frumsýna Buddy Holly söngleikinn sem var frumsýndur 1991 í London og hefur eiginlega gengið sleitulaust í 20 ár núna víða heim og sló núna síðast í gegn Svíþjóð og Austurbær er að fara af stað aftur svona áformlega með þessu stykki og það er engin annar en Ingo sem ætlar að leika aðalhlutverkið. Já, Ingo, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel. Hefurðu tekið þátt í einhverju svona áður? Nei, aldrei, ekki neinu líka þessu einu sinni sko. Þetta er mjög spennandi, skemmtileg tónlist og það verður flott sjó held ég. Hérna er söngleikur sem hefur aldrei komið áður alveg mjög góðsannleikenda persónu sem lifði stutt og dó mjög ungur, mjög svona sorglega ásamt öðrum söngurum og þekktu fólki. Þetta er bara svona virkilega mögnuð saga og þetta stykki er marggreint og svínvirkar, þannig að þetta er svona virkilega skemmtileg. Hefurðu til hamingju með hlutverkið, segðu okkur aðeins frá því. Já, þakka fyrir. Þetta er náttúrulega bara hún María Elena sem er eiginkona hans Buddy Holly. Hún var að vinna á skrifstofu hjá útgáfufyrirtæki í móttökunni og hann bara sér hana og biður hún á date og biður hún að gifta sér á sama deiti. Þannig að þetta hefur verið svona algjörlega ást við fyrstu sýn sem er mjög spennandi að takast á við sko. Hvernig líst þér á mótleikunum? Bara mjög vel, bara flott stelpa og ég held að hún sé mjög flink í því sem hún gerir sko. Var náttúrulega heyrt það, þess vegna var náttúrulega valin náttúrulega líka komu, veit ekki hvað, 40 til 50 stelpur í pröfur. Það var hringt í mig og ég var beðin að koma í pröfu. Og eitthvað vissi ekkert þetta, ekkert heyrt hennar söngleika eða neitt og Buddy Holly er ekki alveg, hafði heyrt tónlistarmanninn sko og hlustað á einhver lög með honum en ég hafði ekki hugmynd þessa konu eða neitt sko, þannig ég vissi ekkert hvað ég var fyrir út í. Þekkirðu lögin? Eitthvað, já, ekki mörg, ég skal alveg viðurkenna það, en það er svona eitt og eitt lag, Peggy Sue og True Love Ways og svona sem ég kannast aðeins við. Ekkert erfitt að læra öll þessu lög? Nei, alls ekki sko. Maður sé ágætis banka að hausnum, það munar ekkert 15 viðbót sko. Það er náttúrulega mikið stuð í þessu, er þetta ekki líka drama? Jú, þetta er náttúrulega drama eins og því að náttúrulega deyr mjög ungur á mjög svona dramatískan hátt en þetta stykki er svona aðalega bara stuð og gleði út í gegn. Og fyrir alla? Já, þetta er fyrir alla. Það er eiginlega svona lykillinn að velgengni þessa söngleiks allan heim að hann nær að höfða til allra aldurshópa og beggja kynja. Og sýnt í haust hvað, september, október? Frumsýnt 7. október.